Danir ætla að auka herstyrk á Grænlandi með stuðningi NATO-ríkja. Utanríkisráðherrar Danmerkur og Grænlands funduðu með bandaríska utanríkisráðherranum og varaforsetanum í dag. Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra fer með rangt mál þegar hún gagnrýnir verkefni byrjendalæsi, segir forstöðumaður miðstöðvar skólaþróunar. Læsiskennsla í fyrstu bekkjum grunnskóla sé í góðu lagi. Írani sem búsettur hér á landi segir að verið sé að fremja þjóðarmorð í heimalandinu. Hann bindur vonir við að Trump Bandaríkjaforseti standi við orð sín og grípi inn í. Reykjavíkurborg greindi True North ekki frá því að slökkviliðið teldi skemmuna sem brann í Gufunesi óhæfa til notkunar mánuði áður en leigusamningur var undirritaður. Rafmagn var sagt skapa eldhættu en borgin gerði engar úrbætur. Geitur í Eyjafjarðarsveit eiga að leika lykilhlutverk í sálrænni meðferð sem stefnt á að koma á fót seinna á þessu ári. Eigandinn telur Geitur tilvalinn meðferðardýr. Komið sæl. Danir, Svíar og Norðmenn ætla að senda hermenn til Grænlands vegna hótana Trumps Bandaríkjaforseta. Fleiri ríki Atlantshafsbandalagsins, til dæmis Þjóðverjar og Frakkar, ætla að auka hernaðarviðveru og taka þátt í heræfingum við Grænland á næstunni. Utanríkisráðherrar Grænlands, Danmerkur og Bandaríkjanna áttu fund um framtíð Grænlands í Washington síðdegis. Lars Løkke Rasmussen og utanríkisráðherra Danmerkur segir að fundurinn hafi verið góður en hótanir Trump sem að taka Grænland hafi verið stór undarlegar. Fundurinn hafi verið uppbyggilegur en Bandaríkjaforseti sé ennþá á þeirri skoðun að hann vilji eignast Grænland og það verði því tekist á þetta áfram. Birta, þessi blaðamannafundur hann hófst nú bara rétt á hann, þessi fréttatími hófst með utanríkisráðherranum. Hvað kom fram á honum? Það sem að ég var búin að sjá kom fram hérna bara áður en ég kom hingað til þín var eins og þú nefndir. Þau fóru svona yfir, Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, sagði að markmiðið með þessu fundi hefði verið bara í þeirra huga mikilvægast að tryggja áfram öryggi Grænlands og öryggi á norðurslóðum og frið. Bandaríkjaforseti svona sé ennþá fastur á því að vilja eignast Grænland og þau svona hafi skilið þannig að þau séu sammála að vera ósammála aðgerðirnar sem að svona þurfi að grípa til þess að tryggja öryggi Grænlands. Þau ætla að hittast aftur fljótlega. Samtalinu verður haldið áfram, það komið sérst engin niðurstaða á þessum fundi fyrir utan að vera sammála að vera ósammála. En hann boðaði það, Lars Løkke Rasmussen, að þessir aðalar myndu funda fljótlega innan nokkurra vikna. En eins og hefur komið fram og kom fram fyrir í þessum fréttatíma þessi ákvörðun danskra stjórnvalda að auka hernaðar umsvifin á Grænlandi, það er ekki tilviljun. Það er ekki tilviljun og tímasetningin sannarlega ekki. Og maður sá bara strax í gær og auðvitað hefur þetta verið að byggjast upp einhvern veginn að Danir og Grænlendingar að þétta raðirnar þegar að Bandaríkjaforseti sýnir svona mikinn áhuga á því að eignast Grænland. Bara mjög skömmu eftir í gær að tilkynnt var að varaforseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, ætlaði að sitja þennan fund utanríkisráðherrann í dag. Þá boðuðu þau til blaðamannafundar, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Fredrik Nielsen, formaður landsstjórnar Grænlands. Þar sem þau bara gengu þar inn og út sem einn maður, boðuðu það bara þau fulltrúar þeirra mæta þennan fund í dag bara sem mikil eining sem svona kannski ekki hljóð sem hefur alltaf verið þegar þessar tvær þjóðir eru að tala saman. Það hefur verið svona margt á reiki varðandi þennan fund og auðvitað mikill svona áhugi fjölmiðla að fylgjast með og eitt af því sem var svona svolítið gaman að fylgjast með var hérna þegar þau komu af fundinum í dag, vegna þess að hann fór fram fyrir luktum dyrum og við fengum ekkert að mynda og ekkert slíkt. En þá sjáum við Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, koma af fundinum. Hann byrjar á því að gefa klestan, svona skella saman hnúunum með með sendiherra Dana í Bandaríkjunum og svo kveikir hann sér beint í sígarettu og gefur Vivian Motzfeldt aðra sígarettu sem auðvitað kannski ekkert svona sérstaklega gott fordæmi en það var svona samkvæmisleikur áður en þessi blaðamannafundur hófst klukkan 7 að svona lesa í það hvað það þýðir að þurfa að fá sér sígarettu eftir þennan fund, það góðsviti eða ekki. Veitu það ekki, þeim kannski bara létta fundurinn sé búinn? Já, einmitt. En eins og við nefnum aftur varnarmálin og það er sannarlega ekki tilviljun að þessi tilkynning kemur í dag og ekki bara tilkynning, heldur eru danskir hermenn þegar komnir til Grænlands og við sjáum hérna myndir af herþyrlu eða herflugvélum sem komu til Nuuk í dag og það hefur bæst sífellt í þann hóp af þjóðum sem ætla að taka þátt og eru þegar byrjuð að gera það. Skulum heyra aðeins hvað varnarmálaráðherra Danmerkur sagði á blaðamannafundi í dag.
Det er ikke nyt. Det gjorde vi også i sommeren og efteråret 2025, hvor jeg også selv havde lejlighed til at overvære nogle af øvelserne sammen med blandt andet mine nordiske kolleger. Og det er nu det, som vi også fortsætter her i 2026. For det er en klar prioritet for regeringen og hele kongeriget, at vi både styrker vores egen og også NATO's tilstedeværelse i Arktis og Nordatlanten. På den måde styrker vi vores fælles sikkerhed i Arktis, som er til gavn for hele alliancen. En Birta, á þessu stigi eitthvað að frétta frá Hvíta húsinu? Það hefur ekkert komið, hvorki Marco Rubio, utanríkisráðherra né varaforsetinn J.D. Vance hafa tjáð sig að fundi loknum. En þessi færsla birtist á X-reikningi Hvíta hússins eftir fundin. Ég held að þurfum engan sérstakann sérfræðing að lesa í myndmáli þarna. Þarna eru 2 hundasleðar með grænlenska fánanum á. Annar þeirra er beint í átt að sólinni og heiðríkjunni þegar bandaríski fáninn er við hún. Og hinn öllu dekkri stað, þar sem að kínverski fáninn og rússneski fáninn eru dregnir á húnni. Þannig að það kannski getur sig einhvern sérfræðingi myndmáli að lesa í þessi skilaboð frá Bandaríkjastjórn sem þau einu sem hafa borist hingað til. En nú hefur Bandaríkjaforseti ítrekað það mikilvægi þessa hans mati að þeir taki yfir landið, hvað það að segja Grænland, út frá öryggissjónarmiðum. Já, það er rétt og þá hafa auðvitað margir bent á móti að Bandaríkin eru sannlega með herstöð á Grænlandi nú þegar og gætu auðvitað gefið í þar til dæmis án þess að þurfa að ráða yfir öllu landinu. Og þessar hugmyndir að Bandaríkin eignist Grænland ekkert nýjar og það ekkert að koma fram í fyrsta skipti þó að mörgum finnist þær kannski ekki passa neitt sérstaklega vel inn í heimsmynd sem búið að byggja upp hér á Vesturlöndum eftir lok síðari heimsstyrjaldar. Þegar Þjóðverjar hernámu Danmörku í síðari heimsstyrjöldinni vildi Bandaríkjastjórn taka yfir varnarmál Grænlands. Því þó Trump sé ekki fyrsti Bandaríkjaforsetinn sem lýsir yfir áhuga á að eignast Grænland orðið langt síðan síðast. Nánar tiltekið 80 ár síðan Harry Truman viðraði slíkar hugmyndir. Þá, eins og nú, var engin áhugi á slíkum viðskiptum af hálfu Dana. En ólíkt nú þá voru Grænlendingar ekkert hafðir með í ráðum. Og þeir voru heldur ekki spurðir þegar niðurstaða Grænlands áhuga Bandaríkjastjórnar varð uppbygging Thule eða Pituffik herstöðarinnar nyrst á Grænlandi. Skammt frá henni eða inni í Grænlandsjökli var sömuleiðis komið upp herstöð sem nefndist Camp Century. Henni var lokað 1966 en Grænlendingar hafa þrýst mjög á Bandaríkjastjórn, meðal annars með aðstoð Sameinuðu þjóðanna að hreinsa upp kjarnorkuúrganginn sem í herstöðinni og jöklinum er. Með tilvísun í söguna gefa Grænlendingar margir ekki mikið fyrir öryggissjónarmið Bandaríkjaforseta nú. Security is just a cover-up. They have military installations all over Greenland. They can reopen if they want to, but they're not going to buy us. Formaður landstjórnar Grænlands sagðist í gær velja Danmörku umfram Bandaríkin stæði valið þar á milli. Trump sagði það vandamál formannsins sem hann vissi þó engin deili á. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. That's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. En Birta, eins og kom fram núna í byrjun fréttatímans þá hófst blaðamannafundur bara rétt fyrir klukkan 7 og nú erum við búin að vera hér í nokkrar mínútur. Er eitthvað búið að fréttast í millitíðinni? Já, Vivian Motzfeldt, utanríkisráðherra Grænlands, ávarpaði fyrst á grænlensku. Grænlenskar mín er ekkert sérstaklega sterk þannig að ég get kannski ekki alveg sagt orðrétt hvað hún var að segja. En það sem hún sagði síðan var að það er vilji hjá stjórnvöldum í Grænlandi að treysta böndin við Bandaríkin þó að auðvitað sé ennþá alltaf jafn kýrskýrt í þeirra huga að Bandaríkin séu aldrei að fara að eignast Grænland. Það koma ekkert í greina. Og þau voru svolítið spurð það, utanríkisráðherrarnir báðir hvaða kröfur Bandaríkjamenn hefðu komið með á fundin. Og þau vildu ekkert mikið vera að gefa upp það og bara ætla kannski svolítið að leyfa Bandaríkjamönnum að segja það, annaðhvort þá forsetanum, varaforsetanum með utanríkisráðherrunum að svona útskýra sína hlið. En utanríkisráðherra Danmerkur sagði að það þyrfti, hann þekki Trump býsna vel og það þurfi að hlusta á hvað hann segir og taka því alvarlega og bregðast við og það sé það sem þau sé að gera. Nákvæmlega, Birta Björnsdóttir, þið haldið áfram að fylgjast með þessu að sjálfsögðu. Þetta er að gerast bara þessar mínútur og bara í þessum töluðu orðum. Takk fyrir þetta í bili. Við ætlum að fara núna niður í utanríkisráðuneyti. Þar er Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður, þannig þú ert staddur í utanríkisráðuneytinu og þar hefur væntanlega verið vel fylgst með þessum fundi, Magnús Geir.
Svo sannarlega, hér eru enn margir starfsmenn í húsi og allra augu og eyru á þessu fundi, ekki bara hér í húsi heldur á öðrum starfsstöðum ráðuneytisins. Þorgerður Katrín, þú ert nýbúin að heyra það sem Lars Løkke hafði að segja, hvað er bara þín fyrstu viðbrögð? Já, það er alveg ljóst að þarna raunveruleikinn að hann viðurkennir og dregur það fram að Grænland og Danmerkur er ekki sammála Bandaríkjunum en þau eru hins vegar sammála það að leiða þessi mál eins og þau eru, snúnu mál og erfiðu í ákveðin farveg og það er verið að mynda starfshóp. Ég tel það jákvætt að það sé verið að gera það. Háttsettra embættismanna og svo vonandi stjórnmálamanna líka en þetta er náttúrulega aðdragandinn er ekki eitthvað sem er æskilegur, bara langt í frá og við Íslendingar höfum alveg sagt skýrt að staða Grænlands, hún er skýr samkvæmt þjóðarétti. Allar breytingar á stöðu Grænlands gegn þeirra vilja og gegn vilja Dana, það munum við Íslendingar ekki viðurkenna. Kannski vonbrigði að það hafi ekki tekist að slökkva þorsta Trumps í Grænland? Það er allavega ljóst að það er verið að setja þetta í farveg, þau eru eins og ég segi sammála það að vera ósammála, það er verið að setja þetta í diplomatískan farveg og ég bind vonu við það og að það verði líka NATO sem að koma að þessu. En við megum heldur ekki, það sem ég bind vonu við að það verði farsæl niðurstaða, að Grænland bara fá að velja það sem að þau vilja gera, Grænlendingar og Danir, en leið hafa þau ítrekað lýst yfir ríkum samstarfsvilja við Bandaríkin og ég vona að við náum því. En síðan er hitt sem að skiptir okkur Íslendinga miklu máli að við erum að sjá aukna viðveru og meiri metnað í því af hálfu NATO að koma og vera með viðvarandi og meira eftirlit hér á Norður Atlantshafi og við erum að sjá til að mynda Dani í dag, blaðamannafundur hjá Tróels varnarmálaráðherra sem að dregur það fram að Danir sem að hafa haft viðvarandi eftirlit við Grænland og aukið það mjög á síðustu mánuðum og missurum eru að fara í þessa æfingu Arctic Endurance og fengi til þess líka í lið með sér ýmsar Evrópuþjóðir eins og Svía og fleiri og við hér á Íslandi við munum að sjálfsögðu koma því með gistiríkjastuðningjum sem við erum mjög stolt af og síðan mun tveir fulltrúar frá Landhelgisgæslunni á sérfræðingur á varnarsviði líka taka þátt í þeirri æfingu. Takk fyrir þetta, Þorgerður Katrín. Já, og við látum þessu lokið úr utanríkisráðuneytinu. Takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson í utanríkisráðuneytinu og við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með þessu máli á RÚV.is. En við förum hins vegar í allt annað. Sérfræðingur hjá miðstöð skólaþróunar þar sem verkefnið byrjendalæsi á uppruna sinn segir ekki standa steini við steini í málflutningi barna og menntamálaráðherra í gagnrýni á verkefnið. Læsisverkefni fyrir fyrstu bekk í grunnskóla sé ekki ástæðan fyrir lélegum lesskilningi nemenda í 10. bekk. Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri hefur frá 2004 þróað byrjendalæsi, kennsluaðferð fyrir yngstagstig grunnskóla. Og þau eru sökudólgarnir ef miðað við orð Ingu Sæland, nýs barna- og menntamálaráðherra, sem sagt hefur í viðtölum að byrjendalæsi stefnan væri ástæðan þess að nærri 50% ungra drengja væru nánast ólæs eftir 10 ára grunnskólagöngu. Sko því miður að þá verðum við að orða þetta þannig að ráðherra fer ekki með rétt mál. Í fyrsta lagi að þá erum við ekki að sjá mun á drengjum og stúlkum í hvað árangur í læsi varðar eftir 3. bekk. Við erum að sjá þann mun verða til seinna í skólagöngunni. Allar aðferðir sem byrjendalæsi byggja á séu sannreyndar og fjarri lagi að verkefni sé afsprengi læsis aðferða sem ráðherrann segir að hafi sýnt sig að virkuði ekki í Bretlandi. Kollegum Gunnars var sömuleiðis brugðið við orð ráðherrans í gær. Ég einhvern veginn tók það svolítið nærri mér, það var einhvern veginn ekki, stóð ekki steinn yfir steini í því sem hún var að segja. Hún segir 60 skóla í samstarfi við miðstöð skólaþróunar byrjendalæsi. Allstaðar sé vel fylgst með þessu starfi, en umræðan þurfi að vera á réttum nótum. Þannig að mér erst oft í þessu argaþrasi, við erum að rífast það sem ekki skiptir máli, verðum að fara upp úr þessum hjólförum og tala það sem skiptir máli. Það er nú eiginlega svona bara grundvallar forsenda ákvarðana töku sem upplýst. Að menn kynni sér alla hliða máls áður en að stóri dómur felldur. Forsvarsmönnum True North var ekki greint frá því að skemman í Gufunesi sem brann til kaldra kola á mánudag hefði verið metin óhæf til afnota áður en leigusamningur var gerður. Reykjavíkurborg gerði engar umbætur á skemmunni þrátt fyrir að slökkviliðið teldi hættulegt að nýta hana. Allt brann sem brunnið gat eftir að eldur kom upp í skemmunni í fyrradag.
Þar geymdi framleiðslufyrirtækið True North leikmuni úr fjölda verkefna. Reykjavíkurborg átti skemmuna og leigði til True North en húsaleigusamningur var undirritaður 17. mars 2024. Mánuði fyrr 16. febrúar gerði slökkviliðið úttekt á húsnæðinu skömmu eftir að borgin hafði auglýst það til leigu. Í skýrslu slökkviliðs segir að skemman sé ekki hæf til afnota í þáverandi ástandi. Gerðar eru athugasemdir við flóttaleiðir en það sem meira er frágangur á rafbúnaði sagður óásættanlegur og notkun hættuleg. Í auglýsingu borgarinnar er tekið fram að þetta sé stór og einangruð gluggalaus skemma með stiftugólfi og ekki sé verið að leigja eignina sem geymslu. Í svari frá borginni segir að engar úrbætur hafi verið gerðar eftir úttekt slökkviliðs áður en True North tók skemmuna á leigu. Leiguverði var 1,1 milljón á mánuði en í leigusamningi segir að húsnæðið verði afhent í þáverandi ástandi sem leigutaki hefur kynnt sér og sætt sig við að öllu leyti, talað hugsanlegar skemmdir vegna myglu eða vass, en ekki minnst sérstaklega á eldhættu sem bent hafði verið á. Borgin beri ekki ábyrgð á tjóni sem kunni að verða á eignum í skemmunni. Guðjón Davíðsson, stjórnarformaður True North, segir í samtal við fréttastofu að borgin hafi ekki gert fyrirtækinu kunnugt úttekt slökkviliðsins eða að eldhætta væri talin stafa frágangi rafmagns. Forsvarsmenn True North hafi skoðað húsnæðið og vitað að gera þyrfti ýmsar úrbætur en aldrei fengið skýrslu slökkviliðs eða verið sagt frá henni. Leigusamningurinn var undirritaður mánuði eftir úttektina. Ekki hefur verið greint frá niðurstöðum rannsóknar upptökum brunans en samkvæmt heimildum fréttastofu er ekkert sem bendir til íkveikju. Í skriflegu svari frá Reykjavíkurborg segir að leigutaka hafi verið bent á að skoða vandlega kosti og galla hússins, leigið hafi fyrir að ástand þess væri slæmt. Engin svör fórst þó hvers vegna True North var ekki látið vita af úttekt slökkviliðs. Írani sem býr hér á landi bindur vonir við að Bandaríkjaforseti standi við orð sín og skerist í leikinn í Íran. Hann líkir ástandinu í heimalandinu við Þýskaland nasismans. In one word, genocide. This is a modern day Holocaust. They are killing people without discrimination. And they are calling in fire trucks that come and uses the hose to clean the blood from the streets. It's that bad. And in some places they leave the bodies and make a pile of it so people get scared from that. Yfirvöld í Íran lokuðu fyrir internetið á fimmtudag. Ali segir þó dæmi að samlandar sínir hér á landi hafi náð sambandi við fjölskyldu eða vini í gegnum netþjónustuna Starlink. It's a sensitive situation so they cannot say much, but the word is we desperately are looking for military action from outside. We are dying here, we are being massacred here. It's a horrible situation and those who are more brave are giving more detailed information. Hann segir símtölin eiga það sameiginlegt að vera stutt. Fólk sé hrætt við að segja of mikið. They are going around with RF detectors and finding out these devices and they are taking it door to door. They are going everywhere and it's just Nazi Germany. It's nothing short than that. Fundir til stuðningsmótmælendum í Íran hafa verið haldnir víða heim síðustu daga. Þúsundir hafa látið lífið í mótmælunum og segir Ali að írönsk yfirvöld hafi tilkynnt að aftökur á mótmælendum ættu að hefjast í dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hvatt mótmælendur til að láta ekki deigan síga. Hann hefur þegar lagt háa tolla á ríki sem eiga í viðskiptum við Íran og hótað hörðum viðbrögðum ef Íranir hefja aftökur á mótmælendum. I pray to God that is true. I pray that President Trump stand by his word because that's our last hope. It's our last hope. Alþingi hóf störf í dag að nýju eftir jólahlé og efnahagsmáli voru efst á baugi. Stjórnarandstaðan sótti að fjármála- og efnahagsráðherra vegna spáa greiningadeilda bankana að verðbólga í janúar verði og yfir 5%, sem skýrist fyrst og fremst af breytingum sem gerðar voru á vörugjöldum á bifreiðar. Þá hafi atvinnuleysi ekki verið meira síðan í faraldrinum. Er ekki hæstvirtur ráðherra búinn að sjá nóg? Við stefnum nú í kreppu verðbólgu, þar sem að útlendingar kalla stagflation og meira og minna allir hagfræðingar eru sammála að sé ástand sem að ekki verði við unað og afleitt á allan hátt.
Ég tek á engan hátt undir og frábið mér í raun allt tal kreppuverðbólgu. Ég held að það sé ekki heppilegur vettvangur að fara í smáatriðum yfir hvað fyrirbæri það og hvers vegna hún ekki það ástand sem ríkir á Íslandi í dag. Baltasar Samper listmálari látinn 88 ára að aldri. Baltasar Samper fæddist í Barcelona á Spáni 9. janúar 1938. Hann stundaði nám við Listaháskólann í Barcelona og útskrifaðist þaðan árið 1961. Hann hélt síðan í heimsreisu með viðkomu á Íslandi sama ár og bjó hér samfleytt frá 1963. Á Íslandi kynntist hann eiginkonu sinni Kristjönu. Þau héldu tugi einkasýninga víða land, en það var Baltasar alla tíð afkastamikill listamaður og börn þeirra, Ragnheiður Míreia, Baltasar Kormákur og Rebekka Rán, hafa öll fetað í fótspor foreldra sinna í listinni, hvert á sinn hátt. Og náttúrulega ég var, 25 ára yngri, eða meira. Heldur þú núna, já. Já, heldur ég núna. Og þá gæti ég klifra svo upp út Stillansan og hanka og mála svona. Og alls konar kunstir og hún líka, hún gæti klifra alveg svo dronning og hvað sem það var. Baltasar kenndi meðal annars við myndlist á Handíðaskóla Íslands og var í hópi virtustu myndlistarmanna hér á landi. Hann var þekktur fyrir mikilfengleg málverk og stórar myndir. Sjálfur sagði hann að birtan á Íslandi hefði haft mest áhrif á það sem hann gerði því hún væri engu lík, eins og skuggarnir sem fylgdu þegar sólin væri lágt á lofti. Meðal þekktustu verka Baltasars eru veggskreiting í Flateyjarkirkju og freska í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði. Eftirlifandi eiginkona Baltasars Kristjana Guðnadóttir Samper. Þau eignuðust eins og áður segir 3 börn. Geitur á Dvergsstöðum í Eyjafjarðarsveit bíða þess nú að fá að verða meðferðargeitur í sálrænni meðferð. Eigandi þeirra vonar að svo geti orðið seinna á árunum og segir að geitur séu góð meðferðardýr. Er þetta róla? Já. Ég er rosalega mikið að þjálfa þessa geitur til að geta verið meðferðargeitur. Já, það hafa kannski margir heyrt meðferðarhunda en ef til vill ekki meðferðargeitur. En á Dvergsstöðum í Eyjafjarðarsveit fyrirtækið Hugaró til húsa sem ætlunin að verði meðferðarúrræði með geitur í aðalhlutverki. Ég veit að eigin reynslu og að það vantar einhvers konar úrræði í samfélag. Datt bara svona kannski inn á þetta. Susanne landbúnaðarfræðingur og stundar nú fjarnám frá Þýskalandi til að verða fagaðili í heildrænni geitastuddri meðferð. Með henni starfar Sonja sem iðjuþjálfi. Já, mesta skemmtun. Að ég get kennt þeim ótrúlega mikið, þær eru mjög fljótar að læra. Meðferðin í rauninni þá þannig að þær eru svona með og eru kannski þá að opna á einhver möguleiki að einhver tjái sig við geitur eða missi kannski svona hræðsluna við að segja eitthvað. Susanne segir að geitur séu einstaklega næmar á tilfinningar annara. Ef þú ert kannski leið og þarft á smá nándahalda þá skynjaði það líka. Hverju myndi svona úrræði gagnast? Það myndi gagnast börnum, unglingum, fullorðnum, gamalmennum, fólk með taugabreytileika, geðraskanir. Það til dæmis líka til að rjúfa einmannaleika. Já. Þú heldur að þú komi? Nei. Þetta væri dásamlegt alveg eins og það var nú einhvern tímann uppáskrifað í hreyfingu. Það væri líka ef að þetta gæti bara verið partur af íslensku heilbrigðiskerfinu að þú getur valið að nýta þér geitastudda meðferð frekar heldur en eitthvað annað. Ef allt gengur upp stefnt að því að hægt verði að bjóða upp á meðferð á Dvergsstöðum seinna á þessu ári. Það er bara svo gríðarlegt tækifæri hérna. Mér finnst þetta bara ónýtt auðlind. Þessi snerting til dæmis, að snerta dýr sem eru hlý, sem eru mjúk, að gerist eitthvað í líkamanum, að þú slaka á, kortisóli lækkar, oxytocin hækka og þú einhvern veginn svona, þú gleymir bara daglega stressi, það sem í hausnum. Þú ert bara að hugsa þú ert í rauninni í núinu. Já, Bergsteinn, við ætlum að vera í núinu, en hvað ætlar þú að hafa í
Kastljós í kvöld. Við ætlum að tala mennta- og atvinnumál í þættinum í kvöld. Inga Sæland hefur byrjað feril sinn sem menntamálaráðherra með hvelli. Hún var í umtöluðu viðtali hjá okkur í gær þar sem hún dró upp mjög dökka mynd af stöðu menntakerfisins og boðaði að samanskapi róttækar lausnir. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands og Amelía Björnsdóttir, prófessor á menntavísindasviði HÍ, þau ætla að koma að ræða þessi mál hjá okkur. Svo ræðum við líka við hagfræðinginn Maríönnu Mazzucato. Hún er einn áhrifamesti hagfræðingur heims nú um mundir. Kristrún Frostadóttir er mjög hrifin af hennar hugmyndum og hún var á morgunfundi í gær þar sem hún var að ræða atvinnustefnu og það má búast við að hugmyndir ríkisstjórnarinnar atvinnustefnu eða atvinnustefnan sjálf að þær munu kannski litast eitthvað að hennar hugmyndum. Frábært Bergsteinn, takk fyrir þetta, við missum ekki af Kastljósinu, við ætlum eins og það núna að líta til veðurs. Það verður norðaustlæg átt á landinu sums staðar, strekkingur mun hægari vindur norðaustan til. Dálítil él á stöku stað í kvöld og í nótt og talsvert frost í innsveitum norðanlands. Norðlægari vindur á morgun og bætir heldur í vindir norðaustanlands með snjókomu eða slitum en úrkomu lítið annar staðar og jafnvel bjart suðvestanlands. Frost yfirleitt á bilinu 0 til 5 stig. En við förum nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum. Á morgun hefst Evrópumót karla í handbolta. Fyrsti leikur Íslands á föstudag og liðið mætti til Svíþjóðar í dag. Meira sem sáttu við heldur en hitt, þannig að bara við erum á góðum stað held ég. Skautaparið Júlía Silvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza skautuðu sig inn í úrslit Evrópumótsins í dag, fyrst íslenskra skautapara. Og við kíkjum á úrvalsdeild kvenna í körfubolta í íþróttum hér eftir augnablik. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Danir ætla að auka herstyrk á Grænlandi með stuðningi NATO-ríkja. Utanríkisráðherrar Grænlands og Danmerkur segja að fundur með Bandaríkjamönnum síðdegis hafi verið gagnlegur en það komi ekki til greina að Bandaríkin eignist Grænland. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra fer með rangt mál þegar hún gagnrýnir verkefni byrjendalæsi, segir forstöðumaður miðstöðvar skólaþróunar. Læsiskennsla í fyrstu bekkjum grunnskóla sé í góðu lagi. Írani sem búsettur hér á landi segir að verið sé að fremja þjóðarmorð í heimalandinu. Hann bindur vonir við að Trump Bandaríkjaforseti standi við orð sín og grípi inn í. Reykjavíkurborg greindi True North ekki frá því að slökkviliðið teldi skemmuna sem brann í Gufunesi óhæfa til notkunar mánuði áður en leigusamningur var undirritaður. Rafmagn var sagt skapa eldhættu en borgin gerði engar úrbætur. Geitur í Eyjafjarðarsveit eiga að leika lykilhlutverk í samræmdri meðferð sem stefnt er á að koma á fót seinna á þessu ári. Eigandinn telur Geitur tilvalin meðferðardýr. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og kastljósi. En við á fréttastofunni við þökkum ykkur samfylgdina þar sem af er þessum degi. Verið þið sæl.